Komið þið sæl. Ég heiti Hildur Halldórsdóttir og erindið sem ég flyt í dag nefnist Fagleg forysta víkur fyrir tæknilegum úrlausnarefnum úr ytra umhverfi framhaldsskóla. Sýn og reynsla aðstoðarskólameistara. Þessar niðurstöður sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag eru hluti af niðurstöðum sem að framkomu í rannsókn sem ég gerði sem lokaverkefni til M.Ed.-gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Og leiðbeinandi minn í því verkefni er Guðrún Ragnarsdóttir lektor. Mig langaði, þar sem ég hef starfað sem aðstoðarskólameistari í 13 ár, að gera rannsókn á störfum aðstoðarskólameistara. Mig langaði að skoða hverjar væntingar þeirra væru til starfsins eða hefðu verið til starfsins. Hvort þeir hefðu haft áhuga eða löngun til þess að sinna forystuhlutverki og hvað í raun og veru starfið síðan fól í sér og hvort að það hefði náðu uppfylla væntingar þeirra. Það hafa fáar rannsóknir verið gerðar á störfum aðstoðarskólameistara á Íslandi, þar að segja eingöngu á störfum þeirra, en störf þeirra hafa vissulega verið undir í stærri rannsóknum, þar sem fleira hefur verið skoðað. En erlendar rannsóknir benda margar hverjar til þess að það sé þörf fyrir það að aðstoðarskólameistarar taki að sér faglegt forystuhlutverk, þar sem stjórnunarhlutverkið tekur sífellt meiri tíma, bæði hjá aðstoðarskólameisturum og skólameisturum. Tæknileg verkefni af ýmsu tagi eru líka tímafrek að því erlendar rannsóknir sýna og það er minni tími fyrir samskipti við kennara fagleg mál heldur en að aðstoðarskólameistarar sjálfir myndu vilja. Og það er því hægt að velta fyrir sér hvort að starfskraftar þeirra nýtist sem skyldi í þessu umhverfi. Og það hefur einnig verið bent á að tækifæri fyrir starfsþróun og endurmenntun hjá aðstoðarskólameisturum á erlendu vettvangi séu frekar lítil og það sama má reyndar segja slík tækifæri hjá aðstoðarskólameisturum í íslenskum framhaldsskólum. Svipaðar niðurstöður varðandi faglegt forystuhlutverk og verkefni hjá aðstoðarskólastjórum í grunnskólum á Íslandi hafa komið fram í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á störfum þeirra, en viðfangsefni þeirra falla í rauninni flest undir verkefni sem að telja má til stjórnunar. Í upphafi verkefnisins setti ég fram rannsóknarspurningar, en markmiðið var í rauninni að draga frá reynslu aðstoðarskólameistara af starfi sínu og kanna væntingar þeirra til starfsins og hvort þeir hefðu möguleika á því að veita forystu í starfinu. Þannig að aðalrannsóknarspurningin hver er reynsla aðstoðarskólameistara af hlutverki sínu? Hvaða verkefnum sinna aðstoðarskólameistara er þá fyrsta undirspurningin og önnur undirspurning hvernig upplifa aðstoðarskólameistarar samskipti sín við nemendur og starfsfólk skólans og hvaða áhrif hafa annir í starfi á möguleika aðstoðarskólameistara að vinna samkvæmt væntingum sínum faglega forystu. Aðeins að segja ykkur hérna frá aðferðinni sem notuð var og þátttakendum. Þetta var eiginleg aðferð og hún hentaði best til að fá fram lýsingu á reynslu og upplifun þáttakenda og fara svolítið á dýptina. Það voru tekin viðtöl við 8 aðstoðarskólameistara. Upphaflega var haft samband við fleiri en á endanum voru þeir valdir úr sem að höfðu tök á því að koma í viðtal á þeim tíma sem hentaði rannsókninni og höfðu jafnframt áhuga á og vilja til þess að tjá sig starfið sitt. Nálgunin var túlkandi og fyrirbærafræðileg sem hentar vel til að vera að leita eftir reynslu þáttakenda og upplifun þeirra og skilningi á eigin starfi. Og gögnin voru síðan greind með 6 þrepa þemagreiningu sem kenndir við Terry, Hayfield, Clark og Brown. Og viðtölin voru tekin í nóvember 2019 og í febrúar til mars 2020. Veður og færð hamlaði mjög, þannig ég staðsett á Ísafirði, þannig að endanum þá voru nokkur eða síðar hluti viðtalina var tekin í gegnum Skype. Það voru 3 skólar á höfuðborgarsvæðinu og 5 á landsbyggðinni og 5 viðmælandi voru konur og 3 karlar. Skólarnir voru nokkuð misjafnir af stærð, það voru 3 skólar sem teljast máttu litlir skólar, þeir voru með færri en 200 nemendur. 3 skólana voru meðalstórir, nemendafjöldi var þar á bilinu 200 til 600 og svo voru 2 stórir skólar með fleiri en 600 nemendur.
Ef við skoðum svo hvað kom fram í viðtölunum varðandi væntingar til starfsins. Þá komu fram væntingar forystuhlutverk. Viðmælendur höfðu haft væntingar það að þeir myndu geta sinnt forystu í sínu starfi. Þeir vildu nota krafta sína í það að vinna að faglegu starfi, hafa það forystu. Þeir töluðu svolítið það að þeir vildu stöðugt vera að vinna því að bæta kennslu og kennsluaðferðir, gera námið betra fyrir nemendur. En þegar þeir voru spurðir aðeins nánar forystu og hverjar hugmyndir þeirra væru forystu, faglega forystu eða kennslufræðilega forystu, þá voru þær þó að sumu leyti óljósar. En viljinn var til staðar og samskipti þeirra við nemendur og kennara voru þeim ofarlega í huga. Þeir höfðu einnig væntingar stjórnun og skipulag, þar að segja 2 viðmælendur lögðu sérstaka áherslu á þetta og í rauninni umfram það að hafa einhverja sérstaka forystu. Og í þeirra huga var mikilvægt að starfið í skólanum svolítið straumlínulagað og allt geti gengið upp eins og einn nefndi það, einn viðmælandi. Og þetta voru viðmælendur sem litu á sjálfan sig sem mjög skipulagða og hafði mikinn áhuga á skipulagsmálum. Aðeins nánar væntingarnar. Margt af því sem viðmælendur mínir höfðu þetta að segja var mjög áhugavert og sumt var bara ansi samhljóma. Til dæmis sagði einn viðmælandi: ég sá starfið sem leið til þess að hafa áhrif og vinna með skólameistara því að móta skólann. Bara aðeins að nefna í þessu sambandi að aðstoðarskólameistarar eru sem sagt ráðnir inn sem staðgenglar skólameistara. Þannig að samstarfið við skólameistara er vissulega mikið og í þeim tilfellum sem ég ræddi við, þá var það bara undantekningarlaust mjög gott og mikil og góð samvinna þar á milli. Þannig að þetta var nokkrum viðmælendur svolítið ofarlega í huga að þeir vera að vinna með skólameistara að því að móta skólann. Annar viðmælandi sagði á svipaðan hátt: ég vissi strax að mig langaði að vinna með skólameistara að því að hafa áhrif og móta stefnu fyrir skólann. Enn einn viðmælandi sagði: ég vildi taka með stjórnun, ég hef bara mikinn áhuga fyrir kennslufræðilega hlutanum. Og enn einn hér: ég vildi fá að ráða meira og komast í öðruvísi tengsl við nemendur og kennara. Það var í rauninni þannig að ég spurði svolítið viðmælendur mína að leiðbeina að starfinu og flestir þeirra höfðu einhverja stjórnunarreynslu í framhaldsskóla. Langflestir höfðu starfað nokkuð lengi sem framhaldsskólakennarar áður en þeir fóru í stjórnunarstarfið. Þannig að þeir þekktu í raun og veru vettvanginn mjög vel. Og það var kannski mörgleyti fyrir allavega suma þeirra eðlilegt skref að stíga að sækja aðstoðarskólameistarastarf. Sumir höfðu verið deildarstjórar eða fagstjórar, sviðsstjórar. Þessi millistjórnendastörf hafa mörg heiti í framhaldsskólum eftir stærð og fleira. Þannig að þeir voru komnir í starf sem þeir höfðu haft áhuga á að þeir vildu hafa áhrif og vildu móta stefnuna og móta starfið og vinna með fólkinu. Ef við skoðum svo verkefnin, þá kom í ljós að þau voru mjög fjölbreytt. Og einhverjir töluðu það að þeim hefði aldrei komið til hugar hversu fjölbreytt þau gætu orðið. Og einn sagði að hann hefði ekki búist við í hvaða verkefni hann fengi í fangið. Fékk miklu fleiri verkefni í fangið heldur en hann átti von á. Og einn viðmælandi sagði: ég velti stundum fyrir mig hvað það í skólanum sem aðstoðarskólameistari á ekki að gera. Og sagði mér reyndar að þetta hefði verið þegar viðkomandi var nýbyrjaður sem aðstoðarskólameistari og var að lesa starfslýsinguna sem var mjög ítarleg. Starfslýsingarnar, ef við tölum þær, þá eru þær einmitt nokkuð misjafnar eftir skólum og alls ekki sömu verkefni sem það er að gera, þó sumt sé vissulega sameiginlegt. Því að það er eitt af því sem kemur fram í lögum framhaldsskóla að aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og vinnur með honum að daglegri stjórnun skólans. Þannig að það kemur í rauninni fram í flestum starfslýsingum. En einhver skólameistari nefndi, aðstoðarskólameistari nefndi, starfslýsingin er mikil svona upptalning á einhverjum atriðum, inna, módul og allt þetta dót, en ekki mikið svona faglegt innra starf. Og þetta fannst viðkomandi vera bara svolítið óþarfi, það voru þarna alls konar verkefni, það var verið að vinna þau, en það var ekkert verið að hugsa þau dagsdaglega. Þessi aðstoðarskólameistari hefði viljað að það væri svolítið svona faglegt innra starf í starfslýsingunni. Verkefni er eins og gengur í skólastarfi auðvitað
árstíðabundin og meira álag á sumum tímum en öðrum og auðvitað eru aðstoðarskólameistarar eins og aðrir starfsmenn kannski alveg upp fyrir haus í verkefnum þegar önnin að byrja eða þegar önnin að ljúka. Það þarf að gera stundatöflur og það þarf að finna út úr kennsluskiptingu og undirbúa næstu önn, það þarf að útskrifa. Nú síðan er það verkefni sem tengjast námskrá, það eru gæðamál, það er að gera alls konar kannanir, vinna út tölfræði og þetta eru margt verkefni sem eru mikið til á könnu aðstoðarskólameistara. Einnig eru verkefni sem maður nefnir eins og til dæmis að fara við fjarvistir og fylgjast með þeim, sinna agamálum og þess háttar. Nú svo eru ýmisleg tæknileg verkefni og viðmælendur mínir voru allir sammála það að það væri verkefni sem tæki sífellt meiri tíma, bæði hjá aðstoðarskólameistara og skólameistara. Og þarna nefndu viðmælendur til dæmis ýmiss konar skýrslur sem skila þyrfti til mennta- og menningarmálaráðuneytis eða til Menntamálastofnunar. Það voru ýmsar áætlanir sem þarf að gera og áhættumat og það þarf að skrifa inn á þessar stefnur og uppfæra. Það þarf að sinna gæðamálum innan skólans og svo er það verkefni eins og að vinna út frá nýjum persónuverndarlögum, að sinna rafrænni skjalavistun og jafnlaunamálum. En margir skólar eru búnir að fá jafnlaunavottun og kannski samt ennþá fleiri sem eru að vinna í því ennþá. Þannig að þetta voru verkefni sem höfðu kannski borist til skólanna svolítið á síðustu árum, misserum. En sjáum bara aðeins hvað viðmælendur höfðu svona að segja öll þessi verkefni. Þeir vildu vera inn í hlutunum. Það áttu þeir nú sammerkt. Og einhver sagði það mjög mikið að gera og ekkert mál fyrir skólanum sem ég ekki inn í. Viðkomandi vildi fylgjast mjög vel með því sem nemendur voru að gera, tók þátt í öllum viðburðum. Það voru reyndar flestir sem nefndu það, þeir tækju þátt í viðburðum á vegum nemendafélagsins. Og svo var annar sem sagði, ef við ættum að fara fullt í allt sem við verðum að henda okkur núna, þá gerðum við ekkert annað. Og þarna var verið að vísa í þessi tæknilegu verkefni og kannski skrifræði sem tilkemur vegna krafna frá Menntamálastofnun, mennta- og menningarmálaráðuneyti eða einhverju öðru ráðuneyti frá stjórnsýslunni. Nú, í beinu framhaldi af þessu má þá segja að það sem næsti viðmælandi sem ég sýni hér sagði að það var auðvitað svolítið beitt. Ég hef stundum sagt að þetta starfi svolítið eins og ruslakista. Ef þú veist ekki hver á að gera þetta, settu það þá á aðstoðarmeistarann. Og það merkilega er að það var ekki bara einn aðstoðarskólameistari sem talaði það að starfið væri svolítið eins og ruslakista. Þetta var þá sérstaklega verið að ræða það að þegar það kom einhver verkefni inn utanfrá sem þyrfti að leysa, að þá var bara best að aðstoðarskólameistarinn tæki að sér. Og það var kannski að sumu leyti svolítið eins og aðstoðarskólameistarar upplifðu það þannig að það væri ekki í starfslýsingu neins að sjá þetta og þá ekki aðstoðarskólameistarans, en hann ájú að aðstoða skólameistara í daglega stjórnun skólans. Nú, varðandi allt þetta skrifræði, að þá orðaði einn svona, þú ert bara að fylla út einhverja skýrslur eða innleiða eitthvað nýtt og það bara eitthvað svona endalaust, bara pjúra búrókratía. Og svo var einn sem sagði stundum það þannig að maður kemst ekkert í það sem maður vildi vera að gera. Og í því sambandi að þá var nú talað það að það væri stundum þannig að maður þyrfti að loka að sér. Eða jafnvel taka vinnuna með sér heim. En þá ætla ég aðeins að fjalla hérna faglega forystu og vilja aðstoðarskólameistarana til að sinna faglegri forystu. Það var í rauninni þannig að undantekningarlaust vildu þeir hafa meiri tíma til forystustarfa. Svo sem sama í hverju þeir töldu slík forystustörf vera falin. Og meðal þess sem var nefnt var að það sem einkennir þessi stjórnunarstörf eru þessi áríðandi verkefni. Á meðan að þessi mikilvægu verkefni sem snúa að menntun að skólanum sjálfum eru unnin í lotum. Og annar viðmælandi nefndi að það sem maður hefur sinnt allt og lítið er þetta kennslufræðilega. Áherslan hefur verið rosalega mikið bara á peningamál.
Hluti af þessu var upplifun aðstoðarskólameistaranna að það virtist alltaf vera þannig með verkefni sem komu utanfrá að það var verið að kalla eftir upplýsingum með stuttum fyrirvara og eins og einhver orðaði það þarf helst að svara þessu strax í gær. Og verkefnin voru áríðandi vissulega, eins og til dæmis undirbúningur fyrir jafnlaunavottun. Það þarf ofta að svara alls konar fyrirspurnum og vinna við hinnar þessa þessi skráningarstörf. Þannig að faglega forystan og faglegu störfin að mati aðstoðarskólameistarana sem ég talaði við, þá sátu þau einfaldlega á hakanum. Að lokum þá vil ég þá nefna það að aðstoðarskólameistararnir voru ánægðir í starfi. Þau brunnu fyrir þeim verkefnum sem þau voru að sinna. Þeir höfðu mikinn áhuga á starfi með kennurunum og þeir töluðu það að það væri gjarnan tækifæri til að spjalla fagleg mál á kennarastofunni eða bara ef það hittst á göngunum eða ef aðstoðarskólameistararnir kíktu í heimsókn í kennslustundir. Þeir töldu sig sjá tækifæri til faglegs samstarfs í skólanum, að það væri góður jarðvegur fyrir það í skólanum þeirra. Kennararnir væru áhugasamir, starfsfólki væri lifandi og áhugasamt og vildi að starfið gengi vel og höfðu áhuga á starfi með nemendum. En þeim þykir þó annir við tæknileg störf þrengja að möguleikunum til að sinna faglegri forystu. Þetta virtist vera leiðarstefið hjá öllum. Það því mín niðurstaða að til þess svo megi vera að þá þurfi að skapa skýrari ramma forystuhlutverk aðstoðarskólameistara í framhaldsskólum á Íslandi og tryggja að rými gefist í daglegu starfi þeirra til að sinna því. Takk fyrir mig.